og það skyldi vera leyft hérna á Íslandi að þú veri einn á stöð. Hver bílstjóri geti haft stöðin í öskubakkanum hjá sér og verið í harki, sko. Já. Þetta var algjörlega böndun og líka útgáfa leyfanna. Við erum endurskoðað ný lög leigubifreiðakstur frá 2022. Já. Sem að leiddu til ákveðna vandamála, mikilla vandamála. Já. Það var þetta með afnám gjaldmælaskyldu og það skapaði mikið rými fyrir ósangjarna og bara verðlagningu, sérstaklega gagnvart erlendu ferðamenn. Og svo var algjör skortur og eftirliti þessi leigubílstjórar gátu starfað hans án tengsla við leigubifreiðakstur. Það skapaði bara einfaldlega mikla öryggishættu. Og við fórum strax í endurskoðun og núna verður stöðvaskylda tekin upp og til að tryggja virkar eftirlit og það ætti að auka öryggi með farþegum og það er ákveð svona rakning á ferðum og svoleiðis, rafræn rakning á ferðum, gjaldmælaskylda sjálfsögðu og þetta ætti að bæta starfsumhverfið alveg klárlega og auka fagmennsku og þetta er bara fyrsta skrefið í endurskoðun. Við ætlum að taka þetta núna í vor, stöðvarskylduna og það sem við nefnda áðan og svo heldum við áfram endurskoðun varðandi flóknari þætti. Akkurat. Þannig að þetta vinna sem bara rétt að byrja við ætlum að kljúfa þetta í tvennt. Ertu þá að vonast til að þetta geti öðla skyldi í vor? Já. Varðandi stöðvarskylduna, svo höldum við vinnuna áfram og ætlum að endurskoða aðra þætti og vonandi komið frumvarp á hausti eða næsta vor. Þannig að þessu verði og hafa gott samráð við alla hagaðila. Já. Það er mjög mikið að það sé traustir einstaklingar sem að sinna þessu starfi. Það er bara og sem getur haft lifibrauð af því.